Motorsport á Stöð 2. Í boði Toyota, táknum gæði. Sonax bílabón, mest selda bón á Íslandi. Komið sæl, Birgir Þór heiti ég og þið eru að horfa á þáttinn Toyota Motorsport. Efni þáttarins í kvöld er aðalega Musso-torfæran, seinni umferð heimsbikarkeppninnar í torfæri þar sem menn veltu ýmsu fyrir sér. Úrslit voru óvænt en þau koma á eftir. Nú helgina fer fram Kumó-rally Reykjavík. Þetta er 18. sinn sem alþjóðleg rallykeppni er haldin hér á landi og í gær skrifuðu þeir undir strákarnir á hjólbarðahöllinni og Bifreiða íþróttaklúbbur Reykjavíkur. Þetta er kostunarsamningur en að honum koma einnig Bifreiðaskoðunin, HF, Skeljungur og Hekla. Þeir standa straum að kostnaði við þessa keppni. En á undanförnum árum hefur Landssamband íslenskra akstursfélaga kynnt rallið rækilega erlendis og við skulum aðeins sjá myndbandið sem notað hefur verið í þeim tilgangi. Everybody in this country seems to be a rally sport fan. The main story here is the motorsport. Kumó-rallið fer fram föstudag, laugardag og sunnudag. Á föstudaginu verður ekið Reykjanesið, á laugardaginum upp í Húsafell og Suðurlandið upp í Landmannalaugar og á sunnudaginum aftur Reykjanesið. Leiðir sem ekið þar sem er verið að keppa við klukkuna eru allar lokaðar annarri umferð af öryggisástæðum á meðan keppnin fer fram. Í bil hálftíma sitt hvoru megin, 2 tíma ætla ég að segja, sitt hvoru megin við þann tíma sem að bílarnir eru á leiðunum. Upplýsingar tímasetningar á lokunum er að finna í textavarpinu og á öllum bensínstöðvum þar sem bæklingur liggur frammi, þar sem nákvæm tímasetning kemur fram. Áhorfendur eru beðnir og aðrir sem eiga leið þessi svæði eru beðnir að kynna sér þetta og fara eftir tilmælum keppnisstjórnar sem nýtur fulltingis yfirvalda og fær leyfi hjá þeim til þess að halda þessa keppni. Þannig að öryggisástæðum eru leiðirnar lokaðar og vinsamlega farið eftir tilmælum keppnisstjórnar eða þeirra starfsmanna sem eru á staðnum. Það má fastlega gera ráð fyrir því að þeir Rúnar og Jón sem að það voru Íslandsmeistarar síðastliðin 3 ár í rally komið til með að veita Kelly Grúndal frá Svíþjóð harða keppni í þessu rally en við sjáum hvað setur og verðum með pistla í 1919 hér alla helgina. En þá í Musso-torfæruna, við byrjum í götubílaflokki. Þar voru 6 keppendur, Sigurjón Eiríksson sem við sáum þarna fyrstan, Hrólfur Á Borgarsson og Gunnar Guðmundsson sem hér kemur. Það voru eknar 8 þrautir, 2 þrautir voru eknar á laugardagsmorgninum og þar voru menn að velta ýmsu fyrir sér, eins og til dæmis Gunnar þarna. Og hér er Kristján Hreinsson. Hann tók forystuna eftir fyrstu þraut, fékk 280 stig á meðan aðri keppendur voru að fá 180 stig og minna. Og hér er Rafn Arnar Guðjónsson að taka eina veltuna í fyrstu þraut. Ekki sérlega ánægður með þetta, skemmti bílinn talsvert þannig að hann misti af þraut nummer 2 og þar með voru sigurlíkur hans nánast út úr myndinni. Og Gunnar Pálmi Pétursson, sigurvegarinn frá í fyrra, Íslandsmeistari og heimsbikarmeistari, hann velti hér í þessari sömu þraut en það virðist vera að það sé hægt að velta þessum Ford bíl bara eins og hann vill, það sér aldrei á honum. En staðan eftir fyrstu þraut, Kristján Hreinsson með 280 stig, Gunnar Pálmi, Gunnar Guðmundsson og Rafn Arnar Guðjónsson með 180, Hrólfur Borgarsson með 170 og Sigurjón Eiríksson með 80 stig. Sigurjón Eiríksson keppti síðast í torfæri 1981. Það var Hrólfur Borgarsson, hann var í næstnæsta sæti eftir fyrstu þraut. En já, það var bara alveg eins eftir 2 þrautir.
Hann var þá kominn með 330 stig. Gunnar Guðmundsson velti í fyrstu þraut. Hann lendir hér í holum og... Nei, sjáu þetta, hann er stopp. Hann er upp á endan og er stopp. Dautt á bílnum, þannig að hann getur ekki sett hann í bakkir og bakkað og ótrúlega hugrakir starfsmenn kom honum hér til hjálpar. Það er svona á mörkum hvort að þetta telst hugrekki eða ekki, en allavega þeir kom honum á hjólinn þarna og hann kom honum í gang og bakkaði síðan út úr þessu. En Gunnar fékk fyrir þetta 170 stig og þá er það Kristján Hreinsson. Hann var í forystunni eftir fyrstu þraut en fékk hér aðeins 160 stig og féll niður í annarsætið því Gunnar Pálmi Pétursson gerði sér lítið fyrir og fór alla leið í þessari þraut. Sannur meistaraverki, en hér er kominn Sigurjón Eiríksson. Munnlegar sögur segja hann hafi staðið sig mjög vel í keppnum hér áður fyrr. Hann er þó kannski ekki endilega kominn til að vera því hann fekk lánaðan bíl Árna Pálssonar sem að velti illa á Akranesi. Hann er einn af þjónustuliðum hans og fekk hér sín verðlaun. Staðan þá eftir 2 þrautir, Gunnar Pálmi Pétursson 480 stig, Kristján Hreinsson með 440, Gunnar Guðmundsson í 3., Sigurjón í 4., Hrólfur í 5. og Rafn Arnar Guðjónsson í 7. sæti en það misti hann að þraut. Staðan breyttist lítið í 3. þraut. Gunnar Pálmi hélt forystu sinni, var með 610 stig en við erum komin í 4. þraut og hér er það Hrólfur Borgarsson. Drepur hér á þegar hann átti alveg tök á því að komast alla leið. Hann fær ekki nema 190 stig hérna. Þá er það Gunnar Guðmundsson. Hann misti úr 3. þraut sem var fyrsta þraut eftir hlé. Og hann átti því á brattan að sækja. Er aðeins með 510 stig hér eftir 4 þrautir og Gunnar Pálmi með 790 stig. Í 5. braut gerist þetta hjá Rafni. Hann var ekki kannski alveg sáttur við sjálfan sig. Þetta er í upphafi þrautarinnar og Rafn fekk ekki mörg stig hérna. 50 stig fekk hann. En þá förum við beint í 7. þraut, veltu þrautina miklu. Og sjáu þið þetta. Það munar sára litlu að hann fari alveg heilan hring og komi niður á hjólinn. Þetta er sama þraut og var 7. þraut í fyrri umferðinni. Þar sem að keppendur voru að fara upp á bakkann. En Rafn fékk hér mikið klapp frá áhorfendum fyrir þessa veltu sína en það var hún talsvert öðru í sig heldur en hjá öðrum. Við komum að því nánar á eftir, förum í sérútbúnarflokkin þegar að götubílaflokki lýkur. En skynsemi var í fyrirrúmi hjá forystusögunum. Gunnar Pálmi Pétursson og Hrólfur á Borgarsson reyndu ekki við þessa þraut. Og staðan fyrir síðustu þraut var þá þannig að Gunnar Pálmi Pétursson var með 1260 stig, Hrólfur á Borgarsson með 1225. Hrólfur átti þar leiðandi möguleika á því að komast upp fyrir Gunnar Pálma og verða í 1. sæti í þessari seinni umferð. Það hins vegar hefði ekki nægt honum til þess að hirða heimsbikarmeistaratitilinn þar sem að þeir eru þá jafnir að stigum og árangur úr fyrri umferð gildir. Og við sjáum stöðuna hér, það munar 35 stigum, það munar 30 stigum á besta tíma og öðrum besta tíma í tímaþraut og það er einmitt tímaþraut sem er síðust og gengi út frá því að Gunnar Pálmi tæki 1 dekk eins og hann gerir hér. Að þá var möguleiki fyrir Hrólf Borgarsson, hann þurfti bara að taka besta tíman en hann fór rólega í brautinni og lokin urðu þau að Gunnar Pálmi Pétursson sigraði með 1480 stig af 2400 mögulegum. Gunnar Guðmundsson varði í 3. sæti í þessari keppni á laugardaginn og í 3. sæti í slagnum heimsbikartitilinn. Hrólfur Borgarsson lenti í 2. sæti í keppni 1455 stig. 95 stigum meira heldur en Gunnar Guðmundsson og Gunnar Pálmi Pétursson sigraði örugglega í báðum umferðunum þetta árið og þetta er annað árið í röð sem hann verður heimsbikarmeistari og hann á Íslandsmeistaratitil að verja í EJS torfærunni eftir halvan mánuð á Hellu. Þá förum við í sérútbúnarflokkin
og við vorum eina ferð hér með Gísla í fyrstu þraut. Báðir flokkar óku sömu þrautir í þessari keppni. Fyrsta þrautin var tiltölulega létt, en það var staðan eftir hana þannig að það voru 4 með 300 stig. Ingimar Björnsson, Sigurður Jónsson, Einar Gunnlaugsson og Gísli Gunnar Jónsson. Gunnar Egilsson var með 280 stig, Sigurður Axelsson 270 eftir hana, en Haraldur Pétursson braut öxul og tapaði mörgum stigum, og þar að auki þá var hann seinni í þraut nr. 2, þurfti að fara aftur fyrir röðina og þar fóru önnur 60 stig í viðbót. Þannig að staðan þegar að 2 þrautir voru búnar var þessi: Ingimar Björnsson var með fullt hús stiga, Sigurður Jónsson með 580, Gísli Gunnar Jónsson 580, Einar Gunnlaugsson 480, Sigurður Axelsson og Gunnar Egilsson þar fast á eftir. Við förum í 3. þraut, en úrslit í fyrri umferðinu eru þau að Gísli Gunnar Jónsson sigraði og fékk fyrir það 20 stig. Haraldur Pétursson varði í öðru sæti og fékk fyrir það 17 stig. En það var ljóst að slagurinn yrði að talsverðu leyti á milli þessara tveggja. En þarna var Helgi Sjötta að fara í þraut nr. 2. Hann fékk þraut nr. 3 ætla að segja, hann fékk 300 stig og að koma með 660 stig af 900 mögulegum. Ragnar Skúlason fær hér 570 stig, rétt snertir dekkið í endahliðin og tapar 10 stigum. Og þá er það Haraldur Pétursson, fékk 190 í fyrstu þraut, 240 í annari þraut og er kominn hér yfir brattasta hjallinn og ætlar, nei. Hann fær ekki nema 240 stig, hérna komið 670. Þannig að það er nánast borin von að hann hafi sigur hér í dag. En Ingimar Björnsson var með fullt hús stig eftir 2 þrautir og er enn með fullt hús stig að 300 stig. Það var Einar Gunnlaugsson á langstærstu hjólbörðunum í keppninni, en vantar hér hraðan. Hann komið þarna smá frákast í brekkuna og Einar Gunnlaugsson fékk aðeins 130 stig hérna. Og þá er það Sigurður Sigþórsson, hann fær 120 stig, komið 550 alls. Og þá var það Gísli og hann kemur hér æðandi yfir þetta frákast sem ég var að tala um hérna áðan, stekkur út fyrir hliðið eða út fyrir brautina og er dæmdur út úr braut, fær ekki nema 200 stig fyrir lengdina og 50 röstig, 150 stig. Gunnar Egilsson. Það er átti í smá vandræði með þetta frákast þarna og hér fær Gunnar Egilsson aðeins 110 stig í 3. þraut. Sigurður Þórn Jónsson var samhliða Gísla í öðru sæti og hann fer hér eins og Gísli út fyrir braut. Þetta er matsatrið hjá dómurum, hvenær eru menn komnir út fyrir braut, það á að fara styrstur leið á milli hliða samkvæmt reglum og Sigurður fær hér 150 stig. Sturla Jónsson átti við mandræði að stríða í þessari keppni, en það er alveg full ástæð til þess að reikna með honum í slagnum Íslandsmeistaratitilinn á næsta ári. Bíllinn er greinilega að verða mjög góður, það er rétt að slípa hann til. Sigurður Axelsson var dæmdur út úr braut og fékk 150 stig hér í 3. þraut. Það var Þór Þormar Pálsson. 150 í fyrstu þraut, 280 í annari þraut og hann fer hér út fyrir braut. Þeir sleppa erfiðasta hjallanum, þessu sem eru dæmdir hér út fyrir braut og fá ekki nema 200 stig fyrir lengdina og síðan er þeim refsað fyrir dekki sem þeir keyra yfir. Þannig að 150 stig er það sem þeir fá. Pétur Pétursson. Pétur átti við alls konar örðuleika stríða. Strax á föstudeginum þá kom í ljós að ný skipting sem hafði verið sett í bílinn virkaði ekki og drifin virkuði ekki, en Ingimar Björnsson er með fullt hús stig eftir 3 þrautir, Sigurður Jónsson í öðru sæti með 730 og Gísli Gunnar Jónsson einnig með 730. Þannig að það munar 170 stigum á fyrsta og öðru sæti. Haraldur Pétursson í 4. þraut. Já, og svo er þessi beygja hér, hægri beygja og alla leið upp á og nú er bara ekki að stoppa á kantinum eins og áðan. Já, hann fær 300 stig, 970 er hann kominn þá með. Ingimar Björnsson, fullt hús stiga eftir 3 þrautir og þetta hafi ekki verið beint léttar þrautir allar. Fyrsta þrautin var kannski svo léttasta. Já, kominn hér, hálfa leið, glæsilega gert.
Ingimar Björnsson keypti þennan bíl af Gísla Gunnari Jónssoni á síðastliðnu ári og hóf þá keppni í Íslandsmótinu, lenti í 8. sæti það árið og með fullt úr stig eftir 4 þrautir með 1200 stig, Einar Gunnlaugsson. Og Einar ruglast hér, hann átti sig ekki á því að endahliðið var þarna til hægri og fer út úr brautinni hérna og fær ekki með 200 stig. 810 stigar hann með. Það var það Gísli Gunnar Jónsson. Það tekur hér dekk á 50 stigum í mínus. Nei, hann sleppur með 20 refsistig hér, hann fer 280, er með 1010. Það var Gunnar Egilsson. Gunnar velti illa í keppni fyrir hálfum mánuði og þurfti nánast að endurbyggja bílinn fyrir aftan, neðan og aftan ökumanninn þar sem að grindin í bílnum skekktist mjög og þar hefði ekki hann komið með nýtt veltibúr en sterkara heldur en það sem bjargaði honum síðast. Og Gunnar fer hérna á 280 stigum, 20 refstig fyrir dekk. Það var Sigurður Þórn Jónsson, var samhliða Gísla fyrir þessa þraut. Gísli var að fá hér 280 stig. Þannig að Sigurður þarf 280 til að jafna hann. Það gerir hann og þeir eru báðir með 1010 stig á móti 1200 stigum hjá Inga Má. Sigurður Axelsson. Sigurður Axelsson fekk 270 fyrir fyrstu þraut, 200 fyrir þraut nr. 2, 150 fyrir þraut nr. 3 þar sem hann fór út úr. Og keyrir hér yfir dekk á 20. Klára þetta á 280 stigum og komið 900 stig. Það var það Þór Þormar Pálsson. Sýnist að nú er á sprungnu hérna hægra megin að aftan. Það kann nú ekki góðri lukka stýra. Það verður að vera loft í þessum hjólbörðum til þess að þeir vinni rétt á mölinni. Nei, hann nú ekki með alveg flatt en nánast vantar hér hraðan. Vantar reynsluna, en kemur örugglega til Ásgeir Jamil Allansson. Hefur kannski ekki alveg staðið sig jafn vel eins og gert var ráð fyrir í vor. Lenti þó í öðru sæti á Egilsstöðum og tekur hér dekk á 50 refsistöðum. $250 stig fær hann hér fyrir 4. þraut. Það var Pétur Pétursson. Nú ekki nóg með það að gírkassinn hafi ekki verið í lagi sem var settur í bílinn á föstudeginum, heldur voru drif sem átti að fara í bílinn ekki þau réttu, þannig að allar þær endurbætur sem átti að gera á bílnum voru ekki gerðar og viðgerðarliðið var alla nóttina að vinna vaktavinnu við að koma bílnum í lag, þannig að hægt yrði að keppa á honum. En það gekk ekki betur en svo að Pétur Pétursson fekk 0 úr fyrstu þraut, 0 úr annarri þraut, 250 úr þriðju, 170 úr fjórðu og var með 420 stig af 1200 mögulegum eftir 4 þrautir. Helgi Sjött. Oj. Þetta er nú trúlega fallegasti og verklegasti bílinn. Helgi á örugglega eftir að ná góðum tökum á honum. Hann hefur átt í basli, nítróið hefur ekki alltaf komið inn þegar það hefur átt að koma inn og síðan hefur verið að brotna hjá honum drifsköft eða hjörliskrossar. Ragnar Skúlason. Nei, þetta er ekki hans dagur hér. Hann er með 740 stig eftir 4 þrautir. Og staðan eftir 4 þrautir, Ingimar Björnsson með fullt hús stiga. Sigurður Jónsson og Gísli Gunnar Jónsson eru með 190 stigum minna. Haraldur Pétursson er komin upp í 3. sæti með 970 stig og hefur sett stefnuna á sæti nr. 2. Því sæti nr. 2 myndi duga honum ef Ingimar Björnsson sigrar. Ingimar Björnsson lenti í 4. sæti í fyrstu umferðinni. Fekk fyrir það 13 stig. Annað sætið gefur 17 stig og annað sætið gefur þá tvisvar sinnum 17 stig sem eru 34. Fyrsta sætið gefur 20 og þá reiknast mér til að Ingimar myndi fá 20 stig fyrir fyrsta sætið og 13 fyrir það 4. í fyrstu umferðinni. Það eru 33 stig. Þannig Haraldur Pétursson hefur stefnuna á sæti nr. 2, annað sætið.
Og fari Haraldur Pétursson upp í annað sæti, þá verður Gísli Gunnar Jónsson að vera í því þriðja. Sjáum hvað gerist hér í mjög langri þraut. Hann gengur ekki almennilega bílinn. Gísli nýbúinn að skipta nitrókút í honum þannig fyrir þessa þraut. Og hann var alveg handviss um það að hann hefði verið búinn að skrúa frá. En einhverju hluta vegna þá skrúaðist ekki frá og hér hann að gera bragabót á því. Hann að skrúa frá nitrónum. Hann hefur mínútu frá því að hann stoppaði til þess að fara af stað aftur, annars hann dæmdur út braut og hann ekki búið með nema lítinn hluta brautarinnar, hann fengi kannski 30 stig fyrir þetta. Hann tekur þetta hér á aflinu og heldur áfram og áhorfendur klöppuðu mikið fyrir þessu. Það áttu nú fæstir vona því að hann færi þarna áfram. Lætin og aflið í bílnum. Vel gert hjá Gísla. 220 stig fær hann. Hann tapaði 80 stigum á þessu stoppi sínu auk dekkja sem hann týndi niður. Það ekki slegið af og það nokkuð ljóst að hann naga sig í handarbökin fyrir þetta. Þá það Gunnar Egilsson. Braut legur og spindla eða stýrisbúnað sem eða þann hluta drifbúnaðarins sem leikur á öxli þannig að hægt sé að beygja framhjólunum mjög snemma og lenti í talsverðu basli við að koma því heim og saman aftur. Gunnar Egilsson fékk ekki nema 70 stig hér fyrir 5. þraut. Hér komið Sigurður Axelsson. Og Sigurður fær 280 stig, komið 1180 stig af 1500 mögulegum. Þór Þormar. Það vantar kannski kraft og snerpu í þennan bíl og Þór Þormar vantar kannski reynsluna vegna þess að bílinn hefur ekki alltaf verið alveg í lagi og þar að ekki hefur hann stundað atvinnu út á sjó í sumar og hefur mist af keppnum. Ásgeir Jamil Allansson. Það á aukast breytin í torfærunni. Ásgeir Jamil Allansson, Pétur Pétursson, Ingi Már Björnsson eru allt ökumenn sem eru á uppleið. Og áttum nú kannski frekar vona því að Ásgeir Jamil myndi blanda sér af svolítið meiri krafti í toppbaráttuna í sumar. Þetta kemur væntanlega næsta sumar. Pétur mistækur en að sanka að sér reynslu. Að finna hvar grensurnar liggja og þær lágu þarna svolítið innar. Hann fór út braut og fékk ekki nema 100 stig fyrir þessa þraut þrátt fyrir að hann héldi hér áfram. En það var enginn til þess að sína honum rauðaflækið að hans tilraun væri lokið. Nú, Ragnar Skúlason byrjaði vel í vor. Lenti í öðru sæti ef ég man rétt í fyrstu umferðinni í Greifatorfærunni, fyrstu umferð Íslandsmótsins í Greifatorfærunni á Akureyri. En það hefur ekki allt gengið sem skildi síðan þá. Og Haraldur Pétursson, hann lenti í því í þessari keppni eftir því sem hann sagði sjálfur. Það bara bilar það sem þar sem varahlutina vantar með fullt af varahlutum en það voru að brotna hjá honum öxlar og hann var í vandræðum. Ingi Már Björnsson með 1500 stig, Sigurður Jónsson 1310, Gísli Gunnar Jónsson 1230, Haraldur Pétursson 1220 og þriðja sætið nægir Gísla til þess að ná fyrsta sætinu í heimsbikarkeppninni. Það er 7. þraut og það er Einar Gunnlaugsson sem fer hér fyrstur. Nei, maður áttu nú kannski frekar vona á því að hann færi hér upp. Gísli fer upp og Gísli fer þetta á 300 stigum. Gunnar Egilsson fór á 240 og hér er Sigurður Jónsson og hann fer á 300. Það er ekki mingar bíla á milli hans og Gísla.
Sigurður Jónsson með 1610, Gísli Gunnar Jónsson með 1530. Sigurður Axelsson fekk 300 stig þarna, er með 1480. Það var Þór Þormar Pálsson. Sest á kviðinn hér og ég get alveg ímyndað mér það að hann sé ekkert sérstaklega ánægður með þetta. Nei, og það ringdi yfir hann grjótinu. Við sjáum á. Ekki gott að sitja á því. Þór Þormar fékk hér 230 stig. Ásgeir Jamil var ég snertið ekki þarna. En sleppum með það. 300 stig fær hann, 1430. Pétur Pétursson. Æ, 190 stig, 50 refsistig. 710 alls, það var Helgi Sjött. Hann lenti í 3. sæti í fyrri umferðinni, en sögum þess að hann fekk aðeins 180 stig fyrir fyrstu þraut og 180 fyrir aðra þraut, að þá átti hann ekki möguleika þegar hér var komið sögu. Hann náði sér þó í 300 stig þarna og Ragnar Skúlason, hann er í 300 líka, komið 1240 stig. Það var Haraldur Pétursson. Dýrkjæft bilun sem að hann lendi í fyrstu þraut þar sem hann fekk aðeins 190 stig og tapaði síðan 60 stigum fyrir að fara aftur fyrir. Fekk hér þó 300, er með 1520. Það vantar sem sagt á hann 160 stig. Og hér loksins, hann heldur þó fórustunni, hann Ingi Már Björnsson. Hann fekk aðeins 240 stig, hérna var með fullt hús stiga eftir fyrstu 5 þrautirnar. Og Gunnar Egilsson þurfti að fara aftur fyrir og fekk aðeins 240 stig með 1160 alls. Ingi Már Björnsson er með örugga fórustu, 1740 stig. Sigurður Jónsson 1610, Gísli Gunnar og Haraldur Pétursson eru þarna í slagnum 3. sætið. Og 3. eða 4. myndi næja Gísla og þá er það 7. þraut þar sem menn veltu hverum annan þveran. Gísli Gunnar Jónsson fór fyrstur, kom harkalega niður. Og ef maður horfir í jörðina þegar bíllinn er á leiðinni, þá er þetta svo litið svona ónotalegt, en hann braut hér stýristjakk og skemmti bílina framann og hans aðstoðarmenn fóru bara í gangu það að gera við bílinn. Það var Gunnar Egilsson. Nú Gísli fekk 180 stig fyrir þrautina. Gunnar Egilsson fekk 100 stig. Og Sigurður Jónsson, hann nældi sér í 200 stig. Þrátt fyrir þetta. Og það lítur hann illa út, bíllinn að aftan, en þetta er bara yfirbygging, það skemmtist ekkert annað. Sigurður Jónsson þá kom með 1810, 100 stigum meira en Gísli Gunnar Jónsson. Sigurður Axelsson, hann fær hér 190 stig. Hann munaði litla, hann færi hér alveg upp á aðeins að velta niður og geti þá klárað þrautina. Þór Þormar, orðin reynslunni ríkari, búinn að sjá hinn að fara svona, það er ástæðilegust að fórna bílnum. Það er Ásgeir Jamil, hann reynir aðeins aðra leið, fer hérna til vinstri og ætlaði að fara þarna upp á bakkan og taka síðan dekkið á 50 refsistigum hérna upp á brúninni. En það tókst ekki, þannig að hann fær aðeins 100 stig. Pétur Pétursson, hann hlýtur að reyna. En fer á langt til hægri og bíllinn slær saman að framann. Því fór sem fór. Pétur Pétursson fær 160 stig, það voru Helgi Sjött. Upp skal ég. Já. Og þannig stöðvast hann fekk 200 stig, komið 1330. Ragnar Skúlason. Það var Haraldur Pétursson, hann verður að fara upp ef hann ætlaði sér annarsætið. Og hér vantaði kannski örlítið meiri hraða. Þá hefði hann farið hærra upp og kannski sloppið með það. Það er auðvitað að segja það séð utanfrá. Þá sjáum við hvernig sandurinn umlíkur myndavélinn okkar. Það var Ingi Már Björnsson. Hann ákvað að fara upp. Og áhorfendur voru ekkert lítið ánægðir með þetta. Klöppuðu honum lof í lófa lengi og vel. Því hann gerði meira en það að fara þarna upp á brúnina. Hann fór alla leið og fekk 300 stig fyrir brautina í lengd. Hann tapaði 10 refsistigum fyrir dekkið í endaliðinu. Frábært. Kom með 2030 stig.
af 2100 mögulegum. Þá er það Einar Gunnlaugsson, búinn að sjá hvernig á að fara að þessu. Já, laglega gert. En síðan hikar hann hér svolítið í hliðarallan. Það er hátt fall ef hann fer hérna fram af og hann hikar aðeins svo mikið. Það er nú kannski verið svolítið gaman að hafa hljóðnema þarna í hjálminum. Ingi Már Björnsson með örugga fórustu, 2030 stig af 2100 mögulegum eftir 7 þrautir. Sigurður Jónsson með 1810, Gísli Gunnar Jónsson í þriðja með 1710, Haraldur Pétursson með 1680. Þannig að þetta var nokkuð örugt hjá Gísla. Að vísu náði, það er að segja, Gísli þurfti ekki nema 4. sæti til þess að hreppa heimsbikartitilinn. Að vísu náði Helgi Sjött besta tímanum í tímatökunni og fekk fyrir það 300 stig. Ingi Már Björnsson kláraði tímaþrautina með ágætum. Náði 220 stig. Gísli þurfti ekki nema það fyrir 200 stig og þurfti ekkert að keyra hratt í brautinni. Hér erum við borð hjá Haraldi Pétursinni. Hann átti ekki möguleika á öðru sætinu. Þannig að Gísli Gunnar Jónsson sem átti að koma síðastur var nánast orðinn öruggur með heimsbikartitilinn þegar að ljós kom að það var ekki bara framhjólabúnaðurinn sem skemmdist hér, heldur bilaði gírkassin og hann bilaði rétt fyrir tímabrautina og þannig að þeir náðu ekki að gera við og Gísli hrappaði niður í 7. sætið og satt eftir með sárt ennið. Misti þar af heimsbikartitlinum, náði 3. sætinu þó, 7. sætinu í keppninni, 3. sætinu í heimsbikarnum yfir heildina. Þetta var hálf grátlegt að horfa upp á þetta, það var engin var við þetta fyrir hann að því koma, hann átti að fara í þrautina. En svona eru örlögin. Haraldur Pétursson lenti í öðru sæti í heimsbikarkeppninni en heimsbikarmeistari 1997 í flokki sérútbúna bifreiða var þessi maður eftir frábæran akstur og smá hjálp frá Lukkudíssonum. Til hamingju með heimsbikartitilinn og verður gaman að fylgjast með í Íslandsmótinu á næsta ári. Og ég tala um í EJS torfærunni á Hellu næstu, aðra helgi. En helgina er Kumó rallið. Fylgist vel með á textavarpinu hjá RÚV hvenær leiðir eru lokaðar og þar að ekki er hægt að fá upplýsingar í bæklingum sem liggja frammi á öllum bensinstöðum á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Við verðum hér aftur eftir viku, þá með Kumó rallið. Þangað til þá, bless bless.